Komið sæl og velkomin í Dagmál. Hingað kominn maður frá Siglufirði alla leið til þess að ræða við mig merkilegt fyrirtæki sem ég hef reyndar fylgst með árum saman og heimsótt einu sinni eða tvisvar norður á Siglufjörð sem nefnist Genís. Það voru hlutafréttir af því í liðinni viku að þar hefði farið fram hlutafjáraukning fyrir skemmstu upp á 1,1 milljarð króna og virði félagsins orðið miklu meira en það samkvæmt þeim útreikningum öllum. Ég ætla að ræða við Róbert Guðfinnsson þetta fyrirtæki og þá framtíð sem hann sér fyrir það og Siglufjörð mögulega í tengslum við þá uppbyggingu alla. Velkomin Róbert. Þakka þér fyrir. Ég nefndi þetta, ég nú komið í heimsókn til þín og fengið að kíkja á starfsemina. Við höfum í gegnum árin flutt fjölmarga fréttir af Genís og þetta hefur svona gengið upp og niður. En getur áður en við kannski förum ofan í hlutafjáraukningunum núna og hvað eru það að horfa upp á til framtíðar, sagt mér aðeins hvernig þetta kom allt til? Já, ef ég fara alveg aftur í byrjunina þá rákum við Reykjavík á Siglufirði og að henda skelin í sjóinn. Og það kom frétt það í sjónvarpi og þá hringir í mig gamall nábúi minn. Jón Reynir Magnússon hafði forstjóri Síldarvinnslunnar með ríkisins og segir mér frá æsku félaga sínum sem hafði verið með honum í efnafræðinni í háskólanum sem Ágúst Björnsson, kallaði Gus Björnsson, sem hefði komið til hans ári áður með upplýsingar og segja honum frá að hann væri núna hættur að vinna en væri að vinna fyrir DCV sem stóð fyrir DuPont Conagra Venture að rannsaka ákveðna lífvirkni á kítíni sem var unnið úr rækjuskil. Já, já. Ég hafði aldrei heyrt tala þetta kítíni eða neitt og var þó að vinna með rækju og rækjuskil og allt það. Nema hvað að ég fór að kynnti mér málið og hitti Gus Björnsson sem var stórmerkilegur maður, bjó í Delaware og fekk áhuga á því að þarna, þetta 1997, að þarna væri kannski eitthvað spennandi. En eins og dæmigerður fiskikall, þá hélt ég þetta væri bara eins og að kaupa skipið að byggja frystihús. Þannig að við byggðum verksmiðju sem heitir Primex og núna Siglufirði til að framleiða kítín. En sú verksmiðja enn í gangi og að gera mjög flotta hluti í snyrtivörum meðal annars, sem heita Kituker. En ég fór út úr því 2005 en tók með mér vísindamenn sem að höfðu verið með mjög djúpa hugsun varðandi lífvirkni kítín afleiða sem unnið á rækjuskil. Hvað er kítín? Kítín bara polymer og næstæsti polymer í náttúrunni sem í rækjuskilinni en þarna voru tveir vísindamenn. Annar Öng sem Malasíumaður sem sérfræðingur í efninu sjálfur og eitt sem færast í heimi. Og hann búinn að vera með okkur í 20 ár. Og síðan annar sem Jón M. Einarsson sem vísindamaðurinn á bakvið lífvísindin í þessu það segja virkni efnisins og virkni efnisins inn á ákveðin bólguprótein. Og ekki bara bólguprótein, heldur endurnýjunarferla líkamans. Og í öll þessi ár hafa þeir verið að rannsaka þetta, oft á tíðum með öðruvísi skoðanir heldur en vísindaheimurinn almennt. En það sem skemmtilegt við þetta, að vísindaheimurinn hefur smátt og smátt verið að koma með skoðanir sem nákvæmlega eins og þessara félaga. Þar sem þeir voru langt á undan sinni samtíð þá? Langt og það var hluti af vandamálum okkar lengi vel. Við vorum bara með kenningar eða þeir vísindamennir sem voru svo langt á undan sínu samtíð og við sem smáfyrirtæki á norður hjara veraldar áttum svo erfitt með að sannreyna. Því að þetta kallar á mikla rannsóknir og annað. Síðan þá hafa rannsóknir annarra stutt við okkar vísindakenningar. Og nú svo komið að við erum sennilega fremstir í heiminum á þessu sviði en ansi margir að vera konur borð hjá okkur. Frægasta afurðin ykkar Benecta. Getur sagt mér frá því, það svona kannski vara sem að margir hafa barið augum? Já, Benecta nú í dag bara svona hliðarafurð hjá okkur
og byggist upp á því að þessi sykrungar sem unnir úr rækjuskilinni, út úr kítinni, að þeir hafa ákveðin áhrifin á bólguferla og hjálpa þá við bólgur og liðverki. En í COVID-inu þá settum við svona bara stopp á alþjóðlega markaðssetningu og einbeitum okkur að annars vegar lyfjaþróun og hins vegar að efla svokallaða beinaverkefni hjá okkur. Hvað segðu mér frá þessum liðum? Í beinaverkefninu, sem nú stóra málið okkar þessa stundina, þá hefur efni verið þróað þannig að það getur örvað vöxt hinna eigin beinfruma. Á mannamáli þýðir það að ef að efnið sett í brotið bein, þá getum við allt að tvöfalda vaxtarhraða beinsins. Þannig það mun þá gróa 2 sinnum hraðar. Plús það að það heldur frá örvefsfrumum, þannig að örvefur í beininu minnkar. Og út frá þessu höfum við svo þróað 2 önnur verkefni. Annað það að húða svona innplönt og hitt að 3D prenta stykki sem brotnar og ónýtt í beini hjá þér. Innplönt, þar ertu að vísa í tannlækningar? Það gæti verið, en mér sýnist nú stærsti markaðurinn verða þar að eins og hnjáskipti, liðskipti og annað, að við teljum og erum að fara með það fljótlega á næsta ári í klínískar rannsóknir á fólki, að þú getur húðað efnið okkar á stykki sem fer inn í beinið og í staðinn fyrir það að það losnar stykkið á kannski 15 árum og þarf að skipta það, að þá muni það haldast bara það sem átti eftir ævinar. Þá gervin hnjáliðir? Mjaðmaliðir og slíkt. Já. Og þetta slíkur markaður sem fer svo hratt vaxandi að ég hafði ekki gert mig grein fyrir hvaðan vex hratt. Bara í Þýskalandi einu voru 200.000 hnjáskipti í fyrra og 250.000 mjaðmaskipti. Já. Og en hættan alltaf sá að líkaminn hafni þessu og þetta losnum þetta eftir ákveðin árafjölda. Og þetta efni á að koma í veg fyrir það að ykkar mati? Það sem við teljum, við ætlum að sanna það í klínísku rannsóknum á fólki. Hólkurinn sem þú nefnir varðandi beinavöxtin, hvað óskopunum á ferðinni þar? Já, þetta nú uppfinning sem að okkar vísindamenn kom með. Að það þannig að stundum brotnar það illa að beinið bara molnar og það ekki hægt að láta að gróa saman. Þá það stykki bara fjarlægt og skannað hvað vantar, stykki sem vantar, og við 3D prentum nýtt stykki og í gegnum þetta 3D prentaða skaffold þá grær þitt eigið bein og að lokum verður bara heilbrigt bein. Þetta þá bara eins og gifsmót eða eitthvað slíkt? Já, þetta eiginlega mest bara loft og sem að tengir saman hlutina, það sem búið að taka stykki frá, og af því að örfunin á eigin beinfrumum til staðar, þá vex beinið bara í gegnum þetta. Þetta vekur hugrenningatengsl við þorskroðið hjá Kerecis, þar sem að þeir segjast búa til eiginlega svona vaxtarbraut fyrir húðfrumurnar í gegnum þorskfrumur eða þorskroðið. Þetta áþekk hugsun? Þetta bara svona þessi náttúrulegu ferlar sem til staðar og þeir til staðar víðar í náttúrunni, en þeir færi þorskroðið og við förum í kítinafleður sem ætti á rækjuskil. Ef þetta gengur upp, og þið enn með þetta í rannsóknarfasi, þetta ekki orðnar viðurkenndar vörur þannig, til rækjuskil á Íslandi til að annað þessu? Hvernig svona magnið í þessum heimi? Sko, þessi pólimer, kítín, hann víðar í náttúrunni en bara í rækjuskil. Hann í krabbadýrum, hann í krabbanum og hann í humrinum og svo getur unnið þetta úr sveppum. Þannig að það við erum ekkert háðir rækjuskil frá Íslandi. Nei, þannig að magnlega séð ekki takmarkandi þættir. Nei, skiptir engu máli.
En fyrir Siglufjörð, hver eru umsvifin í þessu? Nú hljómar þetta meira og minna eins og rannsóknir og viðfangsefni sem að hljóta að gerast fjarri Siglufirði eða Norðurlandi eyjunnar Íslands. Já. Siglufjörður sko þarf ekki að vera miðpunktur þessa verkefni sko. Siglufjörður það eða með þessa starfsemi þar að því að ég var þaðan og það var afskaplega þægilegt að starta á svona stað. Ég var með sko píparann og rafvirkjan og trésmiðin allt bara í símanum hjá mér og þeir komu þegar þurfti. En til þess að láta svona fyrirtæki þroskast og þróast, þá þarf það að vera með umgjörð í kringum það. Umgjörð sem er öflug og oft þetta gert í háskólaumhverfi. En við erum konir eiginlega út úr þeim fasa, þannig að umgjörðin sem þarf að vera í kringum fyrirtækið þar sem að framtíð þess verður, hún þarf að vera þannig að það sé aðlaðandi fyrir velmenntað fólk sem gerir mjög mikla kröfu til lífsins, annað heldur en að mæti vinnuna og fá launatjaka sinn. Og hvar býrðu slíku fólki stað? Sko, ég hef verið mikill aðdáandi Sviss og Austurríkis og á þvælingi mínu þar að sjá hvernig lyfjafyrirtæki eru í Sviss, bara út í litlum bæjum og annað. Og þar á meðal sko í Stansi sem held ég sé 12.000 manna bær, þar í Sviss, þar framleitt einhver flottasta flugvélin, svona turboprop einsreifla sem heitir Pilatus PC-12 og bara í litlum bæ. En krafan alltaf svo sama, að lífsgæðin séu til staðar. Og krafan lífsgæði hefur breyst mjög á undanförnum áratugum. Áður var bara lífsgæði að geta framleitt sjálfur þér og fjölskyldinu og allt þetta og fengið góðan launatjaka. Í dag hluta lífsgæðum umhverfið þitt. Það eru samgöngur, það heilbrigðiskerfið, það eru skólar og það annað. Þannig ég átti mér alltaf þann draum að hægt að vera að umbreyta gömlu fiskimannaþorpi eins og Siglufirði í stað sem laðaði að velmennta fólk sem að vildi búa í svona náttúrulegu umhverfi, snyrtimennsku, skipulagi og annað. En einhvern veginn þá sá draumur að fjara út sko. Af hverju það? Ætli sé ekki vegna þess að þegar ég gerði samkomulag við sveitafélagið fyrir 12 árum síðan, að ég færi í viðamikla fjárfestingar þarna, byggði hótel og setti pening inn í golfvöll og fleira. Skíðasvæðið? Já. En ég gerði aldrei neina kröfu til þeirra. Þeir ekki gerði með afslátt af neinu, ekki tengigjöldum, fasteignagjöldum en neinu. En á móti ger ég mikla kröfur til þess að hvað þeir gera í samfélaginu. Og ég gerði þarna 5-liða samkomulag við þá. Ég skyldi fjárfesta þarna. En þeir færu í ákveðna aðgerðir til að gera samfélagið meira aðlaðandi. Snyrtimennsku og annað. Taka þarna miðbæinn í gegn. Taka útivistarsvæði þarna sem komið steipust og allt þetta. Nú staðan bara núna 12 ára seinna að við erum að láta genis blómstra en samfélagið ekki þar sem við ætlum að sjá það. Þannig að þetta samfélag í dag eiginlega ekki tilbúið til að láta genis þroska þar innan. Og það bæjarfélaginu að kenna? Misvitri stjórnmálamenn eða smápólitíkusar telja sig þau ekki þurfa að standa við samningan í samkomulag eða stefnu sem sett og þetta bara afleiðing af því. Þetta bara afleiðing að umgjörðin í kringum þetta ekki svo sem þarf til þess að þú getur byggt þetta upp á þenn level sem þú vilt hafa það. Og hvað myndur þú vilja sjá gert öðruvísi? Það þessi fegrunarmálefni fyrst og fremst í kringum bæinn? Þetta ekki bara fegrunarmálefni, þetta bara hver stefnaðin. Ef að stefnaðin svo að gera samfélag aðlaðandi fyrir hálaunafólk sem gerir kröfu til lífsins umfram launatjakan,
þá verður að hugsa það sem eina heild. Þetta lítið samfélag, þetta ekki nema 1200 manns og 800 jólasveina, þetta 2000 manns. Og þetta mengi sem mjög auðvelt ætti að vera mjög auðvelt að halda utan. Það bara ekki tekist. Og núna þegar við erum að fara í stefnumörkun núna næstu mánuðum, þá erum búin að taka inn fullt af peningum frá nýjum hlutum og annað. Þá það skylda okkar að horfa yfir allt það sem við erum með í höndunum og segja hvernig ætlum við að tryggja það að þetta félag fái að þroskast og fara þangað til það sem það getur blómstrað best. Og það bara að vinna næstu mánuða hjá okkur. Ertu með þess að boða það að Genís færi sem sett? Ég get ekki sagt það núna. En Genís þó að við höfum þroskað og þróað á Siglufirði, þá eru málin bara þannig að það má ekki vera dragbítur á félagið. Keresis þroskaði sig og þróaði í Vestur- og Ísafirði og þeir gerðu það sem var mjög vel gert hjá þeim, að öll þeir framleiðslu og allt þarf að vera vottað frá bandarísku lyfjastofnuninni og þú flytur ekkert svo auðveldlega slíka framleiðslu í burtu. Því að allir þeir ferlar eru langir, þeir eru dýrir, þannig að Keresis mjög fast í sessi á Ísafirði. Nú býða okkar þessi ferlar í Genís og við erum ekki að festa okkur í sessi þar sem við fáum ekki kannski það fólk sem þarf til þess að byggja upp fyrirtækið á þann level sem við fara með það. Og þú áhyggjur að því að Siglufjörður bjóði ekki upp á það ef ég skildi rétt? Ég get bara áhyggjur, ég bara sé það. Og þetta dapurt eftir að hafa verið að pjakka þetta í öll þessi ár, en stundum verður maður bara að vera raunhæfur. Maður á ekki að vera í einhverju óskhyggju og þvæla sér út í eitthvað sem dregur úr máttinu úr félaginu. Nú hefði einhverju kallað óskhyggju að reisa þetta glæsilega hótel þarna niðri við sjávarsíðuna, Kaffi Rauðku og hvað þetta heitir, og setja peningin í glæsilegan golfvöll og skíðasvæði. Hvað ertu búin að setja mikinn pening í þetta? Mikinn? Ætli sé ekki að þú taldir upp þetta, ætli þetta sé ekki svona 4 milljarð og þetta var allt saman eigið fé. Og kannski stendur maður bara frammi fyrir því að þó maður hafi ekki ætlast til þess að þessa fjárfestingar borguðu sér hratt tilbaka, kannski stendur maður bara frammi fyrir því að maður seti þetta bara í afskriftarreikninginn og þetta komi aldrei tilbaka. Sé glatað sé? Já, eða allavega ef ég hefði ætlast til þess að barnabörnin mín fengi þetta, þá var kannski að senka því yfir að barnabörnin mín fá það. En nú viðurkennt held ég af flestum sem að þekkja Siglufjörð fyrir þessu uppbyggingu eftir að þetta hefur auðvitað eitt og sér verið mikil vítamínsbrauta inn í samfélagið. Bara hótelið eitt og sér hefur einhvern veginn gjörbreytt bæði ásýnd bæjarins og bara aðgengi fólks að honum bæði að sumri og vetri. Lífsýn mín þannig að mér mjög illa við mikil ríkisafskipti. Ég ólst upp við það að Siglufjörður hrundi og ríki og bær voru þarna allsráðandi. Það tók áratugi að koma samfélaginu út úr þessu og þegar ég fór í þessar fjárfestingar mínar og flutti Genís þarna norður, þá var hugsunin sú að þessi íspýting á fjármagni ætti að vera hvati til annarra til að fjárfesta. Ég hafði engan áhuga á því að vera dóminerandi í þessu samfélagi. Ég vildi sjá það að upp úr þessum fjárfestingum kemur lítil fyrirtæki allt í kringum okkur sem að myndi það sem við ættum öfluga millistétt, einkaframtak sem vera að byggja upp. Og ég lét það út fyrir mér þarna fyrir eitthvað 10-12 ára síðan að ég vildi að mælikvarðinn á það, hvort það heppnaðist ekki, væri samaburður við Sauðárkrók. Og ég lét það út fyrir mér að
Ég myndi vilja gera case study eftir svona 10-15 ár og bera saman hvernig einkaframtakinu hefði gengið á Siglufirði að byggja upp millistétt á móti hinu sósíalíska innræði á Sauðárkrók, hvernig það yrði. Núna, ef ég horfi yfir þetta, þá ég bara að játa það að þeim á Sauðárkrók hefur tekist miklu betur til heldur en okkur. Að þessi sósíalismi undir kaupfélaginu að blómstra. Þetta að verða samvinnumaður? Nei, hins vegar ég svektur yfir því að hitt skuli ekki taka við sér og verða því sem við dreymdum. Ef þú bara horfir á Sauðárkrók, þar er allt á fullu, það blómstur, það byggja, það allt saman í einhverju sósíalísku innræði. Þetta stórmerkilegt fyrir mér. Það bara stórmerkilegt. Og svo hinum megin erum við með það að einkaframtakið, ef ég dreg ekki vagninuna, þá virðast menn verið viljalausir til að gera eitthvað. Þetta vil ég bara fá sem rannsóknarefni vegna þess að bara hvað að gerast. Ef maður þarf að fara að játa það að pólitíska skoðanir sínar frá í æsku hendi betur heldur en þær sem maður þroskaðist yfir í, þá maður á vondu stað. Það svakalegt mál. Stórmál. Aðeins að hlutafjáraukningunni. Það kom þessi tilkynning að þið varuð að fá nýja hluthafa inn, auk þess sem að núverandi hluthafa var að leggja félaginu til aukið fé, 1.100 milljónir. Hvað þýðir þetta? Voruð orðin aðframkomin að fjárþurrð eða hvernig þetta hugsað? Nei, við vorum ekki komin aðframkomin. Hins vegar erum við að taka inn peningi í ákveðnum skömmtum. Við erum með fyrirtæki í dag sem orðið 23 milljarða virði, en virði félagsins byggist ekki upp á sölutölum á vörum okkar. Virði félagsins byggist upp á þróuninni á vísindum og á vörum. Og þú tekur ekkert hraðar en hlutafé en þú þarft á að halda vegna þess að þú ert að byggja upp virði og þú vilt, núverandi hluthafar vilja ekki vera þyndir út og hratt. Og af því ég var að tala þetta, nánast neikvætt cashflow hjá Genís, það har aldrei verið jákvæðu cashflowi, þá Kerecis var á sínu fyrsta ári sem jákvætt cashflow þegar var selt á 170 milljarða. Þannig að ef að menn reikna þetta bara út eins og einhverja verslunarsamstæðu eða einhverja verslunarkeðju eða eitthvað slíkt, þá mann á villigötum. Þú að skilja hvað verður virði til og hvernig það verður til og þú að skilja hvað þetta getur orðið úr þessu. En það alltaf áhætta í þessu og áhættan meiri í þessu heldur en í einhverju verslunarkeðju. 1,1 milljarður þá sem að bætist við og á grunni verðmatsins teljið að félagið sé 23 milljarða virði núna. En við teljum það ekki. Við erum að vinna mjög náið með alþjóðlegu ráðgjafafyrirtæki sem heitir LK og það eru þeir sem sitja með okkur í stefnumörkunni, hvar getur búið til sem mest virði á sem skemmstu tíma. Það er þeir sem verðmeta félagið. Við sitjum ekki með Excel-skjal fyrir framan okkur og setjum peningana verðmatið á þetta. Ég held þú situr nú pottþétt með Excel-skjalið en hvort þú gefur það upp eða ekki, það veit ég ekki. Nei, það okkar sem að stýrum félaginu, hvort sem í stjórn eða stjórnendur, að fylgja ráðgjöfunni sem við fáum og það hægt að taka Excel-skjalið þeirra og sjá hvað þetta rýna í það. Já. Ég rak sérstaklega augun í nýjan stjórnarmeðlim og fjárfesti hjá ykkur, Baldvin Björn Haraldsson, lögmann og einn af eigendur BBA Legal. Hann hefur lengi verið viðriðinn og verið nátengdur Kerecis ævintýrinu sem við köllum svo núna, þó að það hefur nú bæði átt sína hæðir og lægðir í gegnum tíðina. Genís að komast einhvern veginn á kortið eða að verða til einhver þekking á þessum líftækni heilbrigðisgeira
er þetta að halda þið fram að þið séu í kjölsogin af Keresis sölunni? Keresis salan, og ekki bara salan, þetta bara Keresis og þróun Keresis, jók skilning manna hér á hvað gæti gerst. Og að þú nefndir þennan ágæta mann, hann Baldvin Björn, og þá er þetta Andri Sveinsson sem var stjórnarformaður Keresis, fjárfestir hjá okkur líka, að menn skoða svona, og þetta er til dæmis sérhæfð þekking, og lesa í þetta og lesa í væntingarnar, það er ákveðin kunst. Og það gefur alveg augaleið að þeir sem að mestu þekkingu hafa á því, þeir verða þá fljótast til að stökkva á. Hvert heldur þú að virði félagsins verði eftir 4-5 ár? Það væri afskaplega óábyrgt af mér að sitja hér og fara að gefa út einhverja tölur, en það er alveg þannig að það getur allt gerst. Ég hef ekki hugmynd um það. Ég hef bara ekki hugmynd um það. En þú hefur trú á þessu? Ári áður en Keresis var selt, var verið að selja hluti í því á 80 milljarða, með miðað við 80 milljarða virði. Það leið 1 ár, þá eru 170 milljarðar. Að veldisvöxturinn getur verið gríðarlegur í þessu? Maður bara, og þetta getur tapast allt. Við skulum átta okkur á því, þó að sé mjög ólíklegt í Genis vegna þess að vöruúrvalið er svo mikið, það er svo breytt það sem við erum að gera. Við erum til dæmis að í phase 2 stúdíu í Hellef Hospital í Kaupmannahöfn sem að klárast á næsta ári, sem er þannig að konur sem fara í brjóstnám út af krabbameini, þeim er gefið ákveðin lyf, krabbameinslyf, næstu 5 ára á eftir til að halda niður í frumubreitingum. Það lyf veldur bólgum og liðverkjum, og það verður að gefa efni frá okkur við þessum bólgu- og liðverkjum. Ef það heppnast þá er þetta phase 2 stúdía og mjög líklegt að þetta fari út og verði leigt til lyfjafyrirtækja. Sama eins og með beinaverkefnin 3 hjá okkur. Við reiknum við að fara með þau í menn fljótlega á næsta ári. Ef þau fara að sýna árangri, þá eru þau leigð út til stóru fyrirtækjana. Og þá myndast alveg feikilegir peningar í þessu ef þetta hefnast. Af hverju er það leigt út? Einfaldlega vegna þess að dreifi leiðirnar fyrir inn á bæklunarlækningarnar eru mjög fastmótaðar hjá fáum aðilum. Og ef að þú ætlar að fara að brjóta þig leið, þá er það ærinn tilkostnaður og tekur langa tíma. Og ég sem sérstakur aðdáandi Keresis og Guðmundar, að það sem þau gjörðu að fara og byggja upp sína eigin dreifileiðir í Bandaríkjunum með húðvörurnar og plástrana var mjög djarft og rosalegu kraftur í þeim, en það hefnaðist. Og það er ekki á hvers manns færi að láta það hefnast? Þetta getur alveg hefnast og það er hægt að fara þessar leiðir. Það kallar mikla peninga og þú ætti að vera ansi heppinn að hitta á réttu staðinn sem að þið gerðu og rétta konseptið. Það er alveg hægt að gera þetta með Genis, en mér finnst frekar ólíklegt að þessi leið verið farin. Hver er næsti fasi hjá ykkur? Þú nefnir að þessar rannsóknir í gangi á ólíkum afurðum eða vörum sem að þið hefur trú á að þessar kítín-afleiður geti aðstoðað við. Hvenær farið í næstu hlutafjáraukningu? Hvað ber svona nánasta framtíð í skauti sér hvað þetta varðar? Svona hlutafjáraukningu eins og við vorum í núna á að endast okkur svona í 20 mánuði. Á þessum 20 mánuðum gæti það komið upp að við náum að leigja út eitthvað verkefni, og ef það tekst á þeim verðum sem að ráðgjafi fyrirtæki okkar segir að gætu verið í spilunum, þá þurfum við aldrei í hlutafjáraukningu aftur. Tökum við þá ákvörðun að halda áfram og fara lengra með verkefnin, þá erum við að tala um það að við munum skoða það eftir svona ár, en við erum enn að með í spilunum fjárfesta sem að vilja koma inn hjá okkur,
og erum með opið fyrir þá. En ég held að fyrirtækið með ákveðni hefni og ákveðni vinnu ætti ekkert að þurfa mikið meira fé inn í sig, kannski 1 milljarð í viðbót eða eitthvað slíkt á næstu mánuðum, sko. Hvað ert þú búinn að setja inn í Genís fyrir utan vinnuframlagið og andvöku næturnar? Það er að segja beinhörðum peningum. Þessi þáttur ekki að vera búinn. Nei. Hann klárast ekki fyrir þú svarar. Nei. Það er svo auðvelt að fara bara í bókhald Genís að sjá að það er kringum 4 milljarðar, sko. Þú ert búinn að setja inn í það beint. Já. Og þú nefnir á 4 milljarð í innviða uppbyggingunni og 4 milljarð og þarna er eitthvað eftir í bauknum hjá Róberti? Róbert á aldrei nýtt í bauk. Ef að Róbert á eitthvað inn á bankareikning, þá finnur hann vinnu fyrir þá peninga. Þannig að það er ekki geymt sofandi inn í banka? Það hefur aldrei tilheyrt mínu lífstíl eða mínu businessmódeli. Ég hef aldrei, ég alltaf tek allaust fé sem ég á og festi það í vinnu, í verkefni sem ég er að vinna við að hverju sinni. Hefur þá kannski endur orða ég spurninguna, eru líkur til þess að þú muni setja meiri fjármunni inn í Genís eða eru þessar hlutafjáraukningar sem þið hefur verið að ráðast í, er þetta margs það að sá tími sé liðin og að þú vilji núna fá annað fjármagn inn? Haldandi á 70% í félaginu í dag og vera 67 ára gamall, bíðandi bara eftir að pósturinn kom með umslagið frá Tryggingastofnun til að fá ellilífeyrinn, þá er ekki mikla líkur á því að ég vilji halda áfram svo er það líka þannig að vera með einn svona dóminerandi fjárfesti að það fælir frá. Þannig að það er bara félagsins vegna. Þá er það nú þannig að ég ætti að minnka minn hlut og þannig að ímynd félagsins sé ekki bara að þetta sé að menn sé að setja peninga inn í félag með mér eða fyrir mig. Það á að setja peninga inn í félag á forsendum félagsins. Og ég vil ekki heldur vera sá sem er með það dóminerandi stöðu að endaleg ákvörðun á öllum stefnum og annað sé alltaf bara á mínum herðum. Og vilt valddreifingu í þessu? Nei, ég vil bara það að þessu koma eins og nú er að gerast með Tómas Sigurðsson, með Andra Sveins, með hann Baldvin Björn og slíka, að þá er að komast að þessu bara menn sem taka ákvarðanir út frá sínum forsendum og sinna fjárfesta, ekki bara á mínum forsendum. Þú hefur verið, ég var að segja, gagnrýnin á fjárfestingarumhverfið á Íslandi, nýsköpunar fjárfestinguna. Þú hefur flutt merkjaði fyrirlestra svokallaða dauðadali sem fyrirtæki gangi gegnum. Þú hefur aldrei beint spjótum þínum að lífeyrissjóðunum. Hvað er að fara í þeim efnum? Hefðu lífeyrissjóðunir átt að vera komnir stórir inn í Genís fyrir löngu síðan? Sko, það er línulegt samhengi milli ávöxtunar og áhættu. Að fara í fjárfestingar það sem er áhætta kallar það yfirleitt á mikla greiningavinnu og þú ert að setja það inn í málin og þú ert að skilja út af hvað þetta gengur. Síðan tekur þetta í bóksinni þínu eins og í lífeyrissjóðnum og setur þetta og segir bara, heyrðu, ég flokka þetta undir mikla áhættu, meðaláhættu eða litla áhættu. Það eru 2 lífeyrissjóðir sem að hafa lagt meiri vinnu en aðrir í að skilja Genís. Það er Festa lífeyrissjóður í Keflavík og svo lífeyrissjóðurinn á Akureyri og Stapi. Stapi kom mjög fljótlega inn með okkur, hefur fylgst mjög vel með öllu sem er gert og skilur félagið út og inn. Festa kemur inn núna nýr og þeir fóru í kjölfarið með hana skilning. Ég virði þetta og vegna þess að við erum ekki snákólífsölumenn, við leggjum öll spil á borðin og menn vera að skynja áhættuna en skilja líka möguleikana. Yfirleitt
eru lífeyrissjóðir tiltölulega tregir til að fara í svona vinnu. Og af hverju skyldu þeir ekki vera það? Ef þú getur verið að höndla hérna með ykkur skuldabréf eða innlánsreikninga með 10-12% ávöxtun, 13% ávöxtun, af hverju ættu þeir að vera að analýsera svona fyrirtæki svo Genís og taka áhættuna þar? Eða geta fengið sko flotta ávöxtun á peningarnir sína á þess að vera að leggja vinnu í að skilja svona fyrirtæki eða taka áhættuna á fjárfestingu. En að því hún nefndi dauðadalina 2, þá það þannig að í fyrra dauðadalunum, sem ég kalla, þá eru svona sprotafyrirtæki og það allir rosalega hrifnir að þér og þú ert jafnvel velaunaður og heiðraður og þú fær svona einhverja sprotastyrki og þú fær skattaafslátt og þú fær allan pakkan. En svo þegar þú klárar það og þetta heppnastu þér, þá byrja vandræðagangurinn. Hvað á að gera við barnið? Vegna þess að þá þarf þetta að brúa síðari dauðadalinn sem miklu dýpri heldur en hinn, þú þarf að komast yfir hann til þess að gera þetta að einhverju stóru, flottu, almennilegu. Sú brú ekki til. Þannig að annarkvort eiga menn þá hættu að detta og fara að klöngrast yfir hann dauðadal og enda sem beinagrind í botninum, gjaldþrota, eða fara hina leiðina sem flesti fara, að selja félagið áður og taka ekkert séns á því að fara að komast áfram yfir hinn dauðadalinn. Þetta gerist aftur og aftur og aftur. Á þessum árum sem ég hef verið að vinna í þessu, hef ég séð fjölmörg fyrirtæki, lítil, efnileg, falleg fyrirtæki vera selt til útlendinga. Og hérna, ég get bara nefnt sem 2, sko, bara svona Nikita, hérna sportvöru, hérna brettavöru, fatnaðurinn, hafmynd, hérna kafbátarnir. Þetta alltaf bara selt þegar þau komast ekki yfir síðari dauðadalinn. Hvernig ættu þau að gera það? Hvað þurfum að gera hér til þess að breyta því? Ég teiknaði nú upp ákveðna mynd í þessu og varðandi Íslandsbanka. Ég sagði það að stað fyrir það að ríkið var að selja Íslandsbanka sem einn af þessum viðskiptabönkum sem allt og margir á Íslandi að keppast gömlu konurnar sem fatt ekki hvað innlánsvextir eiga að vera og fara heldur í að breyta honum í fjárfestingarbanka, færa viðskiptabankasviðið út úr honum yfir í Landsbanka sem ríkisbanki og þeir færu og þessi kallaði Merkantsbank og færu og nokkurn veginn í sama farveg og gamli fjárfestingarbanki atvinnulífsins var. Styðja við útflutningsatvinnuvegi og draga að erlent fjármagn inn í þá og fara öflugt til að stækka kökuna. Í staðinn eru menn núna farnir með Íslandsbanka í farveg í að sulla í sömu skálinni og hinir bankarnir. En það er engin og þau eru miklu verr sett núna heldur þau fyrir hrunið 2008 í að efla útflutningsatvinnugreinarnar í tengslum, fjárfestingartengslum út úr landinu. Af hverju erum við verð stödd? Ég held að fyrst og fremst að við fórum offari fyrir 2008. Við stækkuðum mikið í þessi bankar. Þeir fóru og síðan búið til reglugerðarfargan hér í kringum þetta. Menn enduðu í fangelsi fyrir það eitt að hafa tekið áhættu og fyrir það eitt að hafa reynt að bjarga. Þannig að fælingamátturinn í fjármálaumhverfinu svo mikill að menn þora ekki í þetta. Og menn halda bara áfram að vera sullast áfram hérna inn í litla Íslandi og keppa hvor við annan og á háum vöxtum og í staðinn fyrir það horfa til þess hvernig getur stækka kökuna og lifa á einhverju öðru heldur en að bíða eftir því hvað gerist næst og bíða eftir því. Lífeyrissjóðirnir, gætu þeir gert betur? Ættu þeir fleiri að gera eins og Stapi og Festa? Ég ætla ekki að segja þeim hvað þeir eiga að gera, en hins vegar þeir eru uppfylltir af peningum. Rétt, og það að sorglegasta við Ísland. Það vantar ekki peninga og það sem vantar,
það vantar öflugri kjölfestu í þjóðfélagið. Ef þú förum eins og í fiskeldið, eins og þú kannski veist þá er ég nú einna reynslu meiri fiskeldismönnum þessa lands, þó ég sé ekki í því hér, með túnfiskeldi í Mexíkó og Króatíu og laxeldi í Patagoníu í Chile. Ég brosi yfir umræðinni. Hún er svo frasakennd og hún er svo villuráfandi. Ef að við komumst að þeirri niðurstöðu að þetta land þurfa auknar útflutningstekjur til að standa undir þeir lifistandard sem við erum búin að setja okkur. Því að það er svo skrítið með Íslendinga að þeir ákveða að lifistandardin eigi að vera hérna uppi. Svo ætla þeir bara að finna út hvernig þeir ætla að gera það. Íslenska liðin. Akkurat. En þá verður að finna út hvernig hún ætlar á að vera. Og á þessu smáríki hérna, þá þurfum við að sætta okkur við það að við munum lifa útflutningstekjum. Og þá þurfum við að fara mjög strategist í það hvernig við ætlum að efla útflutningstekjurnar. Er laxeldi lykil atvinnuvegur þar? Laxeldið þar nærtakast. Ferðamennskan er svona lágframleiða bransi sem kallar upp á mjög mikla fjárfestingar. Og við hlaupum alltaf í þetta eins og með einhverjum æðubunu gangi og byggjum og svo eru bara fjölga flugferðum og gerir okkur enga grein fyrir því. Hvernig við erum að ganga á innviðina, hvernig vegakerfið er að fara og allt þetta. Og við erum að flytja inn erlent vinnuafl sem við þurfum að hafa til að lágu launum til að láta bera sig í hákostnaðar umhverfi. Þetta er ágætt með, en þetta er ekki undirstaðan undir Íslandi framtíðar. Hver er undirstaðan? Blanda á nokkrum þáttum. Við erum íslenska sjávarútveginn sem er hátækniiðnaður, orðinn rosalega samþjappaður og þar sennilega að þjappa saman enn meir til þess að ná samkeppnishæfninni við erlend fyrirtæki. Og ekki stækkar hann í magni, við erum ekki að sækja meiri fisk í hafið. Hárrétt. Þá höfum við ferðamennskuna sem er svona það sem kallaði low margin business. Síðan höfum við tækifærin í fyrirtækjum eins og Kerecis, hugsanlega eins og Genis og fleirum, en nærtækast til þess að ná útflutningstekjunum upp er fiskeldið. Og fiskeldið, hvað sem henni finnst um það, þá er það mjög nærtækt í tekjustreyminu. Hvað finnst þið frasakennt og yfirborðskennt í þessu? Fjölmiðlar gleypa yfirleitt alltaf eitthvað sem getur sett upp í headline. Og menn fjölmiðlar, ef einhver kemur myndir af einhverju skít í botni fyrir undan kvíum eða fiskur slapp, þá er þetta alltaf bara forsíðufréttir. Fiskur mun alltaf sleppa. Og hvort sem okkur líka betur að vera. Og hver sá sem lýgur í þig að fiskur sleppi ekki, hann á verið ykkur öðru. Þetta mun hafa áhrif á náttúruna. Það er ekki vafi. Erum við tilbúin að sleppa þessu til að hafa ekki áhrif á náttúruna? Við erum takað ákvörðun. Ef það hefur áhrif á náttúruna, þá skulum við það skilgreint. Þess vegna var svolítið skemmtileg umræðan það, eða hitt og heldur, laxeldi í Ísafjarðardjúpi. Það sem er ein laxeldis á Laugardalsá, sem var ekki með náttúrulega laxi, heldur hann verið settur í hana. Var það sem við þurfum að vernda? Nei, við erum með laxastofna eins og í Vopnafirði og fleiri stöðum sem fyrir mér eru nánast heilagir. Hvernig getum við verndað þá? Ég held samt að þróunin í þessu verður pínu önnur, heldur menn hafa verið að tala um. Og það eru Norðmennir eins og í þessu, eins og með flestu öðru í kringum laxeldi, langlengst. Menn munu ala lax á landi upp í kannski 1 kíló og síðan fer hann í kvíar sem í úthafinu. Og við gerðum hans í skemmtilega skýrslu með Vestmanningur, ég og Tómas Sigurðsson, þar sem við vorum að rannsaka eða skoða
með aðstöðu fyrir úthafseldi fyrir sunnan Vestmannaeyjar í kantinum þar. Niðurstaðan var þannig að bestu líffræðilegu aðstæður fyrir laxeldi á Íslandi eru fyrir sunnan Vestmannaeyjar í kantinum þar. Og það eru jafngóðar eins og það er bestu í heimi sem eru í Færeyjum. Hvað veldur því? Það er það að að straumurinn kemur upp að landinu, heiti straumurinn, og ber með sér súrefni, seltu og annað sem henta lagseldinu. Þessi sami straumur fer síðan vestur fyrir landið og austur fyrir landið og hann kólnar. Þannig að líffræðilegu skilyrðin eru langbest þarna í kantinu fyrir sunnan vegar. Er þetta hluti af því sem Laxey er að stefna á með sitt landeldi sem að síðan endar út í sjó og margir eru í miklu misskilningi hvernig virkar? Ég held að flestir þeir sem eru í landeldinu núna og eru að íhuga eða ætla þetta landeldi fyrir áframeldi muni enda með fiskinn út í hafi. Ekki inn í fjörðum, heldur út í hafi. Og það hljóta að vera stóreflis kvíar eða mikill búnaður sem að þolir slíkt. Það sem er gaman að fylgjast með hjá Norðmönnunum að þeir eru með verkfræðinga úr olíuiðnaðinum og þessar kvíar sem eru að þróa núna sem að geta þola 15-20 metra ölduhæð eru hannaðar eins og borpallar og eru bara út í hafi. Og ég hef sagt við vini mín í Vestmannaeyjum að Vestmannaeyja framtíðarinnar varðandi fiskeldi verði svona svipað eins og Aberdeen í Skotlandi eða Stavanger í Noregi sem þjónustumiðstöð fyrir þessar fiskeldiskvíar sem eru út í hafi. Við verðum ekki með olíuborpalla sunnan við Ísland eða á Drekasvæðinu fyrir norðaustan heldur eldispalla einhvers konar. Já, mér finnst þetta mjög líklegt. Og ég tel að þetta sé styttra ég heldur mun halda. Ég held að við getum séð þetta innan 10-20 ára. Og þannig að það sem menn er að vinna að í landeldi og annað hérna á Suðurnesjunum og út í Vestmannaeyjum, það muni nýtast vel inn í framtíðina ef þessi hugsun gengur upp. Og er spennandi vettvangur. Sjálfsögðu. Mér langar til að venda aðeins í kross aftur norður á Siglufjörð vegna þess að þegar ég hringdi í þig og reynda að dobla þig hér í settið eins og reyndar oft áður með misgóðum árangri, þá lestu mig heyra það út af fréttaflutningi Morgunblaðsins af jarðsigi og gangnagerð fyrir norðan. Þú ert ekki alveg sáttur við það hvernig menn er að nálgast þessa spurningu samgöngurnar norður á Siglufjörð? Heyrðu, já, það er nú bara þannig að eins og í Genís, í lífvísindunum, þá verðum við að vinna á staðreyndum og við getum ekki verið að fílósófera út í loftið bara. Það er allt til að hafa hugmyndir og annað, en að lokum gengur þetta allt út á staðreyndir. Alveg eins er með þennan veg til Siglufjarðar að hann er búinn að vera undir smásjó til fleiri ára af vegagerðinni og af verkfræðingum út í háskóla og sem að hafa fylgst með þessu, þekkja þetta jarðsig út og inn og allt það. Enda treysti ég þessu fólki til þess að stefna ekki líf og limum fólk, ferðamanna eða íbúa í hættu. Er vegurinn ekki á leið í sjó fram? Það er ekki mitt að svara því, heldur þeirra sem að þekkingu hafa á. Ég er ekki verkfræðingur og alls ekki jarðvegsverkfræðingur og ég ætla ekki að dæma það. Ég ætla að treysta vegagerðinni og ég ætla að treysta verkfræðingunum út í háskóla sem hafa fylgt þessu eftir. Finnst þið þá fólk hafa talað af ábyrgðarleysi stöðun á veginum? Þegar ég les forsíðu Morgunblaðsins á laugardaginn og fyrir rúmu viku og sé þar mynd af gili sem er rétt við gangnamunan sem er búið að vera óhreyft í áratugi, ekki árhundruði, sem merki það að allt sé að fara þarna fram. Þetta átti ekkert skylt við þetta jarðsig. Þarna eru menn að taka mynd
frá sjónarhorni sem gerir þetta mjög ógnvekjandi og 20.000, ekki 100.000 mann eru búin að keyra gegnum árin á þess að falla tekið þetta í, að það ætti allt í einu orðið merki jarðsigið og hættuna. Þannig að myndin átti ekki við fréttina í raun? Alls ekki. Af hverju var hún sett svona fram? Jú, vegna þess að mynda þessu jarðsigi var ekkert forsíðufrétt og var ekkert skemmtilegt. Ekkert sýnilegt? Nei. Fyrir okkur sem og fyrir mig sem hefur sett milljarða í ferðamennsku á Siglufirði, þá er það ábyrgða hluti að einhverjir smápólitíkusar og pólitíkusar sem alltaf að slá sig til riddara helst á verkum annarra séu að nota svona vinnubrögð til að þrýsta á jarðgangagerð til Siglufjarðar. Það er ekkert að spyrja því að ég er mjög hlynntur því að vera sett í jarðgöng til Siglufjarðar. En það skal gert á réttum forsendum, með réttu hugafari, en ekki með upphrópunum í fjölmiðlum og til þess að ræða stjórnmálamenn til þess að setja þetta framar en eitthvað annað. Hefur þetta valdið högg á ferðaþjónustuna á Siglufirði? Við finnum fyrir því, já. Við finnum fyrir því að fólk hringir og spyr, er óhætt að koma hana? Treystir ekki veginum? Treystir ekki veginum vegna þess að það búið til fælingamátt. Og ég mun aldrei hvetja einn til að ferðast þennan veg eða með flugi eða með skipum þar sem stefnir lífi sínu hættu. En ef það er þannig að einhverja hugdettur, einhverja smápólitíkusa og einhverjur slagorð og annað ráða því hvernig með forgangsraða í framkvæmdum, þá er þetta ekki rétt aðferðin, en hún er ekki minn stíl. Hverjir eru þessi smápólitíkusar? Flest af þessu er nú, og það er nú, enn einu sinni er ég hneykslar á Morgunblaðinu. Enn einu sinni? Já, að þegar helsti álitsgjafinn á jarðgangagerð til Siglufjarðar, sé fyrrverandi samgönguráðherra, Kristján Lúðvík Möller, sem að tróð Vaðlaheiðargöngum fram yfir 20 forgangsmál í einkaframkvæmd sem aftur ríkið situr uppi með allan kostnaðar og skattborgarnir að borga. Reyndist engin einkaframkvæmd þegar upp á staðið? Nei. Ef að þetta eru álitsgjafarnir sem mogginn þarf, Guð hjálpum þið, þá veit ég hvert mogginn er kominn. Er ekki eðlilegt að leita til fyrrum samgönguráðherra? Hann hlýtur nú að hafa einhverja þekkingu á þessum málum. Ég bara efast það. Og leita til fagfólks, fara til Þorsteins Sæmundssonar út í háskóla, fara til Vegagerðarinnar og þó faglega umfjöllun þetta, en ekki einhverja uppgefa pólitíkusa sem þarf að slá sig upp til þetta. Er hann á leiðin í framboð fyrir Samfylkinguna aftur? Það veit Guð, ég veit ekki hvað þetta land hefur gert af sér en eða þessi þjóð, en hún á það ekki skilið. Hefurðu trú á því að þessi göng á ekki að leiða þetta beint úr fljótunum? Jú. Verða þau að veruleika á okkar lífstíð? Já, það vona ég. Og ég vona að það verði sem fyrst. En þá skulum við fara í mat á þessu. Því að mér ekki afskaplega vænt peninga. Líka peninga annarra. Líka peninga ríkisins. Héðinsfjarðargöng kostuðu á núvirði sennilega kringu 20 milljarða. Nýju göngin kostaði líklega 20 milljarða líka. Það verið að setja ykkur 4 milljarða í snjóflóðavarnir yfir þessu byggðarlagi. Ef þú komið yfir 40 milljarða til þess að vernda þetta byggðarlag, þá er hlýtur að vera krafa þeirra sem setja peningan í þetta, að þarna sé líflegt samfélag. Það sé samfélag sem eru uppbyggingafasa, það sé samfélag sem mun eiga blómlegt atvinnulíf. Að öðrum kosti ertu bara sólunda peningum. Það er skoðunni mín á þessu. Ertu þú á leiðir í pólitík? Ég hef nú leitt að þessum hugan, hvort ég ætti að fara í pólitíkina og það. Og það sem ég sé ekki að sinni farasternið á Bjarna, þá sé ég ekki að ég geti orðið formaður alveg strax. Enda segja mínir vinir sem hafa verið á þingi að þeir ætla að fá að vera flug á vegg ef ég færi þann inn.
Þeir heldu, og Illugi Gunnarsson sagði við mig, sko, já, kannski 6 mánuður. Já, eflaust, kannski ár. Þá ert þú flúin að þeim vettvangi, sagði hann. Þannig að ef að Bjarni skyldi taka upp á því að hætta núna, þá getum við átt von á formannsframboði frá þér. Eigum við nokkuð verið að tjá okkur þetta núna? Kannski ekki að sinni. Nú þakka ég kærlega fyrir komuna, Róbert. Alltaf gaman að ræða við þessi mál eins og önnur. Takk fyrir. Takk. Þá ekki meira á vettvangi viðskiptahluta dagmála þessa vikuna, en mér langar til að segja ykkur frá því að á mánudagsmorguninn munum við birta á þessum sama vettvangi athyglisvert viðtal við Kristján Loftsson, hvalfangara, sem að sumir kalla Ahab, en ég kalla nú bara Kristján Loftsson. Sjáumst þá.